Maðurinn nefndur Jón G. Tómasson lögmaður. Jón, ert þú ekki guðsonur Jóns Þorlákssonar forsætisráðherra? Jú, það er rétt. Jón Þorláksson var, guð faðir minn eins og kallað var. Jón var giftur ömmusystur minni, eða kvæntur ömmusystur minni, Ingibjörgu, fæddri Klassen. Og töndu í eins og hann hét nú í okkar heimahúsum alltaf. Og hann var annar guðfaðir minn. Þú veist, þannig að Jón var einn af 5 mönnum sem hafa verið hvoru tveggja borgarstjórar í Reykjavík og forsætisráðherrar. Og nú hinu voru Bjarni Benediktsson náttúrulega, Geir Hallgrímsson, Gunnar Thoroddsen og núna Davíð Oddsson. En Jón var svo eini, sagði ég stundum þegar ég vann hjá borginni, sem tók þetta réttur í röð. Hann var sko fyrst forsætisráðherra og síðar borgarstjóri. Þegar ég var hjá borginni þótti mér það alltaf hljóta að vera erfiðar og virðulegra embætti að vera borgarstjóri. En hverju voru foreldriðinir og ættir? Faðir minn var Tómas Jónsson sem var borgarritari, fyrsti borgarritari í Reykjavík þegar það embætti var stofnað 1934 og síðar borgarlögmaður frá 1957 til dána dags. Faðir hans afi minn var Jón Tómasson, hann var áður hreppstjóri á Eyvindarstöðum út á Álftanesi en flutti síðan á Grímsstaðarholti þar sem pabbi var fæddur og var sjómaður, gerði út úr Grímsstaðarvörinni, rétt við Ægisíðuna þar sem enn standa kofar og fólk getur séð sérstaklega á vorin grásleppuna hanga uppi. Amma mín, föðuramma, var Kristín Magnúsdóttir, ættuð úr Kjósinni frá Kiðafelli. Móðir mín var Sigríður Thoroddsen, hún var elst 6 systkina, dóttir Sigurðar Thoroddsen, verkfræðings og yfirkennara við Menntaskólann í Reykjavík. Sigurður var hennar fyrsti verkfræðingur landsins og lengi landsverkfræðingur áður. Og hann var einn 4 sona Jóns Thorodsens, skálds og sýslumanns, einn þeirra 4 sem komast á legg. Amma mín móðuramma var María Kristín fædd Klassen á Reynistað í Skagafirði en faðir hennar var Jean Valgarð sem var kaupmaður á Sauðárkróki en síðar gerðist hann landsféhirðir og fluttist á suður til Reykjavíkur. Og þetta voru sem sagt mín ætt, það fólk sem að mér stóð. Og þú ákveður að ganga menntaveginn og verða lögfræðingur? Já, ég gerði það. Ég ólst nú upp í Vesturbænum og þaðan á maður náttúrulega góðar og skemmtilegar minningar. Landakotstúnið var okkar leikvöllur. Í þá daga var það, að vísu girt en börnin fengu að leika sér inn á túninu. Og ég ólst upp á Túngötuhæðinni og það rifjast oft upp fyrir mér að við gátum farið á sleða, krakkarnir, niður alla Túngötuna og jafnvel í svona sleðakeðju sem voru búnir til úr þessum gömlu járnsleðum sem voru notaðir í þá daga. Og það var sem sagt farið einni bunu niður alla Túngötuna og stoppað á Uppsalahorninu sem kallað var við Herkastalann. Þetta umferðin var nú ekki meiri í þá daga og það var nú áður en saltið kom til sögunar á götur borgarinnar. Nú, Tjörnin var óskaplega stór vettvangur í okkar lífi, barnanna og unglingana í Vesturbænum í Reykjavík á þeim árum. Og sérstaklega kannski mínu, vegna þess að ég bæði bjökkun og afi og amma við Tjörnina, afi Sigurður byggði húsið Fríkirkjuvegur 3 sem við hliðina á Miðbæjarskólanum. Það var skólinn sem ég gekk í sem barn, Miðbæjarskólinn í 6 ár. Nú til Tjarnarinnar leitaði maður einnig til að fara á skauta. Afi Sigurður var mikill skautamaður. Hann átti hlaupaskauta, hann var einar heiðursfélagi í skautafélagi Reykjavíkur og hann fór þannig klæddur á skauta að hann var yfirleitt í frakka með staf í hendi og harðan hatt á höfði. Og hann var 75 ára gamall, það var mjög ern, þegar hann kenndi mér, ég held þá 7 ára gamlum, á skautum. Og ég man eftir því að strákarnir, svona 12-14 ára strákar, voru svona að gera grína gamla manninum og þá bauð hann þeim í kapp og stakk þá af. Þá var ég stoltur af afa. Nú,
leiðin í menntaskólan lá á veturna, oft yfir Tjörnina því þá var ég fluttur á Melana og þá var skemmsta leiðin að ganga yfir Tjörnina. Og svo má eiginlega segja að starfsævi mín hjá borginni hafi endað út í Tjörninni, það er að segja í Ráðhúsinu. Þannig að Tjörnin var virkilega stór vettvangur í okkar og mínu lífi. Ég fór í menntaskólan, útskrifaðist þaðan, stúdent og síðan í lögfræði eða lagadeildina í Háskóla Íslands og útskrifaðist þaðan 1957. En síðan ferð þú í framhaldsnám? Já, mér bauðst mjög góður styrkur frá Rotary International, eins og það hétt, og ég var 1 ár við Columbia Háskólan og lauk þaðanefndarprófi í samanburðarlögfræði vorið 1958. Mér langar aðeins til að segja frá lagadeildinni eins og hún var á þessum árum sem ég var þarna. Það voru kannski ekki nema 10 sem útskrifast á hverju ári, þannig að fjöldinn var ekki voða mikill og það voru aðeins 2 konur í deildinni þá og 2 konur sem hefðu útskrifast áður, lögfræðingar. Held ég muni það rétt. Nú held ég að meiri hluti í lagadeild sé kvenkyns og þeirra sem útskrifast á ári hverju eru konur, held ég, örugglega. Þetta var mjög virðuleg deild. Menn komu aldrei í tíma, nemendur, ég tala ekki prófessorarnir, öðruvísi en klæddir í jakkaföt, vel klæddir. Og lærufeðirnir voru hver öðrum betri. Ólafur Lárusson, þessi nestor íslenska lagavísinda má segja, virðulegasti og virtasti lögfræðingur sem nokkuð tímann held ég hafi unnið við lagadeild Háskólans, ákaflega hnitmiðaður í bæði skrifum og kennslu. Það var eiginlega aldrei orðið ofvikið, maður þurfti eiginlega að læra það sem hann skrifaði utan að, ef maður ætlaði að vera vissum að geta staðið sig hjá honum. Ólafur Jóhannesson skrifaði mjög liprara mál, mjög auðlesnari og ákaflega ljúfur fyrirlesari og eins og ég kynntist honum ákaflega ljúfur maður og miklu meira svona vera rólindis fræðimaður heldur en að hella sér út í harða landsmálapólitík eins og hann gerði síðar. Ármann Snævar var það einnig, kom einnig inn í deildina svipileit og ég byrjaði og hann svona lét andan dálítið lyfti honum á loft í sínum skrifum og sínu tali. En ég held að það sem Ármann kenndi okkur fyrst og fremst það var, eða mér allavega það var hvernig maður átti að nálgast viðfangsefnið, þennan júrídiska þangagang sem svo mikilvægur. Nú þeir voru fleiri kennararnir, Theodór Lindahl og Magnús Torfason og voru hver öðrum betri. En þú byrjaði snemma að hafa afskipti af sveitarstjórnarmálum eftir lagapróf. Já, ég fór raunar eftir lagaprófi, reyndar eftir ég kom frá Bandaríkjunum, þá var ég í smá tíma hjá Borgardómi, Reykjavíkur, fulltrúi þar, með 6-7 öðrum. En það var nú heldur stutt stopp því að við sögðum allir upp sent á árinu 1959 og raunar flestir ef ekki allir fulltrúar einnig við Sakadóm Reykjavíkur og þetta var kjarabarátta. Okkur þótti launin lág sem það voru. Og svo þetta er nú ekki nýtt fyrirbæri, menn segja upp í kjarabaráttu. Nú, niðurstaðan var nú svo að flestir réðu sig aftur á ívið lægri launum heldur þeir höfðu þegar við sögðum upp vegna þess að minnihlutastjórn Alþýðuflokksins sem þá sat að völdum síðan árs 1959, ég færði niður vísitöluna sem hafði áhrif á launin. En launabætur fengu þeir aðrir ekki þá. Mér var hins vegar boðið þá starf sveitarstjórans á Seltjarnarnesi og ég tók við því 1. febrúar 1960 og var þar að vísu ekki lengi, 3,5 ár eða svo. Og það var náttúrulega, þá má segja, hefjist mín afskipti beina sveitarstjórnarmálum, en þetta var nú í uppeldinu, því að faðir minn hafði unnið að sveitarstjórnarmálum alla götu frá 1934. Þannig að það sem ég heyrði talað á mínu heimili og mínum uppvaxtar árum, ég voru fyrst og fremst borgarmálin í Reykjavík.
Var ekki Seltjarnarnesið miklu minna þorp þá heldur en nú? Jú, það var, eins og hann sagði skáldi, lítið og lágt. Það voru 1000 manns minnir mig sem bjuggu þar þá. Það sætti nokkurri andstöðu, sérstaklega meðal innbyggjandana að ráða mann úr öðru byggðarlagi sem sveitarstjóra. Í svona upphafi, ég held vonandi að það nú fjarað út fljótt. Verkefni þá voru, þá var byggðin að rísa vestast í Valhúsahæðinni og niður undir Bakkavör og það var gert öðruvísi en í dag sko. Þá risu fyrst húsin, svo var farið að leggja götur og holræsi og þetta var átak að ná þessu saman þannig að fólkinu liði þokkalega í sínu nýbyggðu húsum. Og jú, við vorum einnig að reyna að brekka götur og byrja að malbygga á þessum árum og nú byggja fyrsta áfanga í Mýrarhúsaskólanum nýja. Þegar ég kom þarna til Seltjarnarneshrepps þá var lausafjárstaðan ekki góð. Og ég má kannski segja frá því að eitt mitt fyrsta verk var að hringja í bankastjóra viðskiptabanka hreppsins sem ég þekkti mæta vel og sagðist þurfa lán vegna þess að það var búið að loka á viðskipti hreppsins í bæði hjá olíufélögum og öllum byggingarsölum meira og minna þannig að hann fekk ekki úttektir og það gekk náttúrulega ekki við þurftum olíu til að kynnast skólan á þeim árum þó ekki vera annað og svona ýmislegt annað. Bankastjórinn sagði að það ætti ekki verið vandamál að fá 100.000 króna lán, 100.000 krónur voru þó nokkuð peningur í þá daga, allnokkra milljónir í dag og þetta átti að vera víxill til nokkura mánaða. Það verður ekki vandamál, svo ég spurði hann er ekki sama þó að ég gefi bara svo út víxilinn persónulega og hann segir, ætlað þú ekki að samþykkja hann? Jú, það ger ég fyrir hann hreppsins, segi ég. Nei, það kemur ekki til greina, hreppurinn er búin að vera svo miklu mannskilni hér, ég lána honum ekki neitt, segi bankastjóri. Nú, ég var nú heldur svona óhress með þessi viðbrögð og ákvað að færa viðskiptin úr þessum banka. Fór nú í Landsbanka, gekk þar á fund Péturs Benediktssonar heitins, bankastjóra sem þá var, sem ég var svona rétt málkunnugur og tilkynnti honum að nú ætla ég að koma með viðskipti Seltjarnarneshrepps til banka allra landsmanna, eins og hann heitir víst. En ég þyrfti bara að byrja á því að fá lán. Og ég sá að Pétur glotti svona við og kom glampi í augun á honum, svo hann var gjarnan, og sagði, veistu Jón, að fyrir utan góðtemplara eru sveitarstjórnarmenn verstu skuldara sem ég nokkuð tíma kynst. Hvað þarftu mikið? 200.000 krónur sagði ég að bragði. Já, þú skalt fá 100, sagði hann. Þannig var bankaviðskiptin í þá daga, allt skorið niður. Og eftir það sendi ég Pétur alltaf helmingi hér í lánsbeiðni, heldur ég þurfti á að halda og hann skar alltaf niður helming og við sem báði hvað vorum að gera og þetta gekk mjög vel. En þið unnuð meirihlutann á Seltjarnarnesi, sjálfstæðismenn, það ekki? Já, sjálfstæðisflokkurinn vann meirihlutann 1962. Já, og hefur haldið honum síðan. En þú færið set? Já, svo gerist það vorið 1963 að hringja til mín, Þorvaldur Garðar, alþingismaður á Vestfjörðum og Jónatan Einarsson, þá oddviti í Bolungarvík og báði mig að hitta sig og hvað ég gerði og spurði hvort ég vildi taka við starfi sveitarstjórans í Hólshreppi eins og það heitir, eða hétt, það er að segja í Bolungarvík. En jafnframt höfðu þeir þá á hendi að ég tæki við starfi lögreglustjórans á staðnum sem var einnig laust þá. En það var einhver lagaákvæði það að það var hægt að samræma þessi störf. Nú ég barði nú við að, taldi þetta nú fráleitt fyrst og barði nú við að ég hef nú aldrei til Bolungarvík og komið sem var rétt. Og það var nú leist með því að hringja í Björn Pálsson og biðja hann að fljúga með okkur hjónin vestur. Og það var gert daginn eftir, þetta var helgi í maímánuði. Og já, við vorum svo heppin, frekar en óheppin, að við hittum á að koma til Bolungarvíkur í þessu dýrðarinnar veðri eins og það gerist best á Vestfjörðum, lognstilla og heiður himinn og lygn sjór, lognstillur sem við þekkjum ekki hér á Suðvesturhorninu eins og það gerast besta fyrir vestan. Og á móti okkur á flugvellinum tók Einar Guðfinnsson, Jónatan hafði hringt í föður sinn og beðið hann að taka á móti okkur. Það var á sunnudegi. Og hann keyrði með okkur bæinn, sýndi okkur bæinn, sagði okkur frá sögunni og jafnframt sínum hugmyndum, áformum og vonum og væntingum með framtíðina.
og svo fórum við heim til hans í kaffi og kökur hjá Elisabetu, konu Einars. Og ég held að viðmót þeirra, þessi hjartahlýja sem við erum þar vör við, því að Einar var, þótt hann geti verið hrjúfur á yfirburðinni, þá var hann innrið fyrir sannur og hlýr, alltaf. Að ég held að það hafi kannski ráðið á samt veðrinu, og kannski tvöföldu launum, því mestum að við ákváðum að flytja til Bolungarvíkur og vorum þar í rúm 3 ár og það voru yndisleg ár. Það var náttúrulega verkefni í Bolungarvík, þau voru miklu fjölbreyttari heldur en á Seltjarnarnesinu, það höfði það nú líka til mín. Langaði til þess að takast á við meiri verkefni. Seltjarnarnesið fannst mér dálítið svona kannski ósjálfstætt að því leyti að í þá daga meira en núna var þjónustan sótt til Reykjavíkur í miklu meira mæli. Auk þess sem að atvinnan var nánast engin á Seltjarnarnesi, allir sóttu til Reykjavíkur með atvinna. Vísu var í Vísbjörnin með frystihúsárnesinu en skrásettu samt í Reykjavík og útgerðin gerð út frá Reykjavík, skurðstofnun Reykjavík. Þetta höfðaði semst til mín og sáum ekki til því. Áttum þar yndislega ár því að búa á svona stað eins og Bolungarvík, mér finnst þetta svo fjölskylduvænt. Þú nær miklu meiri tengslum við fjölskyldu þína, konu og börn, heldur þú gerir hér í Ysnum og Þysnum í Reykjavík. Maður gekk heim til sín í hádeginu, jafnvel í eftirmiddagskaffi, og ef gesti bara að garði sem gerði oft og öllum þótti sjálfsagt að heimsækja mann í Bolungarvík, það var eitthvað svo langt í burti í þá daga, þetta var miklu nær í dag, veit ég, að það var með alltaf tíma. Það er nóg að gera, ef maður réði sínum tíma, maður er ekki eins háður öðrum eins og maður eða var hér í borginni með fundarsettur og þurfti að spila það saman við tíma annara. Og það var líka, maður var mjög mikið í félagslífi alls konar og eignaðist marga góða vini. Ég held ég megi nú til með að segja sem dæmi vináttuna og ég veit að Óli bæjarstjóri fyrirgefur þó ég segi söguna að því ég var jú lögreglustjóri. Eitt sem kom þarna hollenskt skip og lá við brjótinn í nokkra daga, 2-3 daga. Það var vetrarlagi og þegar skipið siglir fyrir brjótinn og blæs eins og þau gerðu, eða flautaði að jafnaði. Leið þá hringt á dyrabjöllinni heima, þetta var seint kvöld. Og í dyrunum á lögreglustjórabústaðnum stóð Ólafur Kristjánsson, nú bæjarstjóri í Bolungarvík, klæddur mikill í úlpu og sagði, veistu Jón minn, ég veit að þú ert eini maðurinn í bænum sem gast ekki keypt séniver af hollendingunum, svo ég keypti bara fyrir þig. Og svo fór hann inn í úlpunum og tók út 2 flöskur í rétti mér. Og auðvitað gat ég ekki neitað svona vinarbragði. Og það var mikið séniver drukkin í Bolungarvík þann veturinn og öllum böllum voru allir með fleiga með séniver og það er mjög gaman að því að bjóða sérstaklega lögreglustjórunum sopa. En var ekki sjálfkjörið í Bolungarvík 1966? Jú, svo gerist það 1966. Sko, hreppsnefndin í Bolungarvík var ákaflega samhent. Það voru 7 manna hreppsnefnd undir þessari styrku forystu Jónatans Einarssonar, þess mætamanns, þá það var alltaf allir sammála hvað var hreppnum fyrir bestum, hvernig þetta vinna verkin, hvernig þetta standa að því. Og svo gerist það fyrir kosningarnar 1966 að menn komast bara til að þeir hafa ekki til að kjósa það var ekki til að rífast sögðu þeir. Og vinstri menninir sem voru í minnihluta gengu af hund sjálfstæðismannana í meirihluta og böðu þeim bara óbreytt ástand. Og það varð úr að þetta boð var þegið og hreppsnefndin má segja stillti sjálfri sér upp, bara óbreyttri. En þetta var eftir á að hyggja ákaflega misráðið því að fólkið í bænum var mikið sárreitt að fá ekki að kjósa. Jafnvel þó þeir vilja kjósa þessu menn, það vildi bara fá nota þennan rétt sinn. Þannig að eftir á að hyggja held ég allir séð að þetta var misráðið að gera þetta. En síðan ferðu til Reykjavíkur? Já, skömmu eftir kosningarnar 1966, haustið það ár, þá flytt ég suður. Geir Hallgrímsson, borgarstjóri, var búinn að orðaði við mig áður að koma, hvort ég myndi vilja vinna hjá borginni. Og ég hafði nú þá skoðun að ég myndi ekki vilja gera það meðan faðir minn var þar í forystusveit, sem hann var fram til 1964 þegar hann andaðist.
En jú, það var margt sem togaði í að koma suður. Þar var fjölskyldan og flestir vinirnir og frendgarðurinn og kona mín og garðinum sem vildi gjarnan vera meiri nálægð við sína foreldra. Þetta var þó nokkuð mál að fara á milli í þá daga, maður var kannski 12-14 tíma að keyra og flugsamgöngur stoppulli enn í dag auðvitað. Svoleiðis að það var ákveðið að skilja við Bolungarvík og flytja suður. Og þar tók ég við starfi skrifstofustjóra borgarstjórnar, eða borgarstjóri eins og hérna fyrst og svo breytti borgarstjórnar og var í því fram til 1979 þegar ég tók við starfi borgarlögmanns og 1982 tók ég svo við starfi borgarritara. En öll þessi 3 störf eru raun sömu störfin og faðir minn hafði gegnt í upphafi frá 1934. En þegar maður síðan skipti upp í 3 störf þegar hann hætti sem borgarritari 1957. Þannig að það eru dálítið sérkennileg örlög eða forlög að ég skuli vinna í þessum sömu störfum og faðir minn var í. En þau gengu að vísa ekkert í erfðir, eins og ég sagt. En þú ert þá í innsta hring borgarinnar með Geir Hallgrímssyni og síðan eftirmönnum hans. Hvernig voru vinnubrögð hjá ykkur þessum æðstu embættismönnum borgarinnar? Þetta var náttúrulega ákaflega mikil breyting og mikil umskipti að koma frá svona bæ eins og Bolungarvík og þar áður Seltjarnarnesi og inn í Reykjavík. Verkefnin eru kannski að miklu leyti hins sömu, en hvernig þau eru unnin og stærðin á þeim er náttúrulega gjör ólík. Þetta er kannski eitt ólíkt að, eins og maður getur sagt, að koma frá kaupmanninum á horninu yfir í einhvern stórmarkað. Hvoru tveggja hefur sína kosti. Hjá Reykjavíkurborg var þetta miklu meira svona, ég getur kallað það hópvinna eða teamwork og margar mestu ákvarðanir voru teknar einmitt á svokölluðum morgunfundum sem margir þekktu nú til, seinna mér líka. Með Geir Hallgrímssyni voru þetta nánustu samverkamennirnir voru Gunnlaugur Pétursson sem þá var borgarritari, tók við af föður mínum. Hann Gústaf Pálsson, borgarverkfræðingur og Páll Líndal, borgarlögmaður og inn í þennan hóp kom einnig L.R. Schram þegar þennan morgun fundar hóp. L.R. Schram sem var þá tildulega nýútskrifaður lögfræðingur og var skrifstofustjóri hjá borgarverkfræðingi hafði með lóðamálin að gera. Og á þessum morgunfundum voru semst málin rædd og undirbúin fyrir borgarráð sem hittist að jafnaði 2 í viku. Og borgarráð er dálítið sérstök stofnun eða svona byggðarráð eins og kölluð í dag. Þau eru að tilliti til dæmis ólíkt því sem gerist hjá í ríkinu, ríkisstjórninni, að í borgarráði allir flokkar fulltrúa. Ef ekki kjörinn þá áheyrna fulltrúa. Og það er hinn raunverulega framkvæmdastjórn borgarinnar, peningastjórn og framkvæmdastjórn ásamt með borgarstjóra. Og fyrir þessa borgarráðsfundi voru þessi morgunfundir haldir. Gunnlaugur sá fjármálin. Hann hafði ákaflega stórt hjarta og mátti ekki dömt sjá en þurfti samt að halda oft fast budduna á móti framkvæmda gleðinni sem var aðalega hjá Gústafi Pálssyni sem kom með mikla reynslu eins og reyna Gunnlaugur kom með sína reynslu úr starfi í utanríkisþjónustunni og raunar í að selja fisk í Bandaríkjunum og vega með sá eða Coldwater í mörg ár áður. Gústaf kom úr einkageiranum, hafði verið með í byggingariðnaði og verktakastarfsemi, kemur síðan til borgarinnar til að takast á við þau verkefni sem Geir vildi leggja áhersluna á þar, það er að segja gatnagerð og skipulagsmál. Og nú Páll var menningarvitinn í hópnum, kunni sögur allt og alla og sagði þær mjög skemmtilega, bæði hús, götur og fólk. Og ég man að L.R. Schram lýsti því einhvern tímann í blaðagrein sem hann skrifaði löngu seinna eftir að Geir var orðinn seðlabankastjóri að ég hefði hins vegar verið þessi nákvæmi júristi með pappírana í lagi, dálítinn húmor, en síðan hefði ég með ískaldri rökhyggju rústað alla skýjaborgirna sem hérna voru að byggja. Ég veit ekki hvort þetta er alveg rétt lýsing, en svona sá L.R. þetta og eins og honum fannst manni í þessari blaðagrein þá fannst mér þetta alveg óskaplega góður skóli að vinna og lærtum síst að vinna með þessum mönnum. Hvernig borgarstjóri var Geir Hallgrímsson? Geir var ákaflega vandaður og traustur maður eins og allir sem til þetta vita. Hann var dálítið varkár að vísu, hann vildi gjarnan ná samstöðu öll mál, tegði þessi býsna átt í það að reyna að ná pólitískri samstöðu sem flest mál.
en hann var ákaflega farsæll og mér fannst, mér skoðast persónulega, að borgarstjóra starfið hafi kannski átt betur við Geir heldur en landsmálapólitíkin. Ég held að hann noti sín betur í borgarstjóra starfinu. Síðan tekur Birgir Íslaugur Gunnarsson við borgarstjórastarfinu. Já, hann tekur við í árslok 1972 þegar Geir fer meira yfir í landsmálin. Og Birgir var náttúrulega, hafði mikla reynslu, búinn að sitja lengi í borgarráði og þekkti vel til borgarmála og mjög farsæll í sínu starfi þannig, en lagði mikla áherslu á umhverfismálin. Geir hafði aftur lagt og þurft að leggja áherslu á að skipulagsmálin. Þá er gert fyrsta aðalskipulagið í tíma Geirs. Þá er Breiðholtshverfin í uppbyggingu, Fossvogshverfin og síðan er það gatnagerðin, malbikunin sem hefst þá fyrir alvöru. Það er gert gríðarlegt átak í því á tíma Geirs. Nú og svo reynar uppbygging hitaveitunar. þar sem Geir ræður þann ágæta mann Jóhannes Soga til að taka við hitaveitunni og byggja hana upp í það stórveldi sem hitaveitan varð. Þá byrja líka samningarnir við nágrannasveitarfélögin í tíma Geirs heitt vatn, fyrst við Kópavog, og ég held að menn hafi ekki gert sig grein fyrir því að það held ég hafi verið mesta kjarabót sem Kópavogsbúar hafi nokkuð tíma fengið þegar þeir náðu samningunum við Reykjavík heita vatnið. Nú, Birgir var síðan borgarstjóri til 1978 og menn má ekki gleyma því að þegar þið sjá Reykjavík í dag, þegar keyrir inn í Reykjavík í dag á svona dögum eins og hafi verið undanfarið og sérð hvað borgin er falleg, hvað gróðurinn er fallegur þegar þú keyrir hérna, kemur niður Ráðhúsbrekkuna og keyrir inn í borgina. Þetta litaskrúð allt og líka yfir allt sumarið, hvað þetta er orðin falleg borg. Að grunnurinn að þessu er náttúrulega ekki lagður á þessu kjörtímabili eða síðasta, hann er miklu eldri. Hann er ekki allur frá tíma Birgis, en það var gert mikið átak í þessum málum á tíma Birgis og þar var garðyrkjustjóri sem oft vill gleymast Hafliði Jónsson sem var held ég stórvirki í þessum málum undir stjórn Birgis. En síðan verða mikil tímamót í stjórn borgarinnar, það ekki 1978 þegar vinstri flokkarnir ná meirihluta í borgarstjórn. Jú, vissulega eru það og líka óvænt tímamót. Þeir reiknuðu ekki með því. Vinstri flokkarnir að ná meirihlutanum þá. Þeir hafa held ég sjálfur sagt það ítrekað, það kom þeim mjög á óvart og voru hreint ekki við því búnir að takast á við hvernig þeir ætla að stjórna borginni. Það er ekki að neita því að fannst mér ríkja meiri deyfð yfir borgarmálum þau ár. Skömmu eftir að þeir náðu meirihlutanum þá skipti ég starf, tek við starfi borgarlögmanns, skipti mér og er þá minna inn í þessari daglegu stjórnsýslu hjá borginni en áður og mér fannst ég nú ekki hafa allt og mikið að gera sem slíkur. Ég var að vísa á þeim árum einnig formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga í 4 ár og þar var nú aðaláhersla verið að leggja á sameiningamálin sem hefði nú lítið hljómgrunn þá. Ég man eftir því ég var að predika út land, ég fór vítt land og mætti á landsluta fundum hjá þeim, öllum landsfjórðungum, margoft. Að þá komuðu stundu tími gamlumennir út land og sögðu, heyrðu Jóminn, sameinaðu fyrst Reykjavík og Seltjarnarnes og komdu svo og talaði við okkur. Þetta var nú svona viðhorfið þá, þetta til í því. En á tímum vinstri meirihlutans í Reykjavík 1978 til 1982 þá er ungur maður leiðtogi andstöðuhópsins, það er að segja sjálfstæðismanna, og lét nú talsvert að sér kveða. Já, Davíð tók við af Birgi Íslefi á þessu árum sem leiðtogi stjórnarandstöðuna eins og hún kölluð hjá borginni. Já, hann gerði það. Hann var bráð skemmtilegt oft að fylgjast með honum í stjórnarandstöðunni. Maðurinn er náttúrulega það orðheppinn og skemmtilegur að ég held að hann komið fram í einum af þessum þáttum nýlega að minnihlutinn hafi á þeim árum einmitt notað háðið og spottið ansi mikið í sinni baráttu og ég held að það hafi verið nokkur orðasönnum. Og Sjálfstæðisflokkurinn vinnur svo aftur meirihlutann 1982 og það urðu óneitanlega mikil umskipti, finnst mér, í borginni þá, miklu meiri kraftur sem komst inn í stýringuna á borgarmálefnum með Davíð Oddssyni. Hann var ákaflega röskur sem borgarstjóri og vildi hafa hreyfingu á hlutunum og hafa mikið að gera. Og það sem náttúrulega var fyrst sem hann
lagði áherslu á, það voru skipulagsmálin aftur. Og það var Grafarvogsskipulagið og ég reyna að útrýma lóðaskortinu sem var orðinn nokkuð mikill í borginni áður. Annars voru náttúrulega óskaplega mörg önnur mál sem að Davíð vann að mikið. Og mér kannski ofarlega í huga alltaf breytingin á bæjarútgerðinni og stofnun Granda. Skrýta hugsti þess að ég man ekki hvort það voru 16-18 bæjarútgerðir sem voru stofnaðar á nýsköpunarstjórnarárunum upp úr 47. Og íhaldið í Reykjavík, eins og að kallað, var síðast til að breyta sinni bæjarútgerð í hlutafélag. Þeir sem voru fyrstir voru alabalarnir á Neskaupstað. Ég held ég muni þessa sögu rétt. Sko, bæjarútgerðin var búin að ganga gegnum árin í borgarsjóð Reykjavíkur sem var ábyrgur fyrir henni og taka þaðan milljarða í styrki til að hlutinni gengju. Á sama tíma og önnur togurútgerð í Reykjavík og víðar á landinu þurfti að standa á eigin fótum. Þetta var náttúrulega ekki rétt. Og ég held að stofnun Granda hafi verið mikið heillaspor fyrir útgerðina í borginni. En það voru mörg önnur mál sem var Skúlagötuskipulagið, þú sagði þá breytingu sem hefur orðið frá því að Davíð var borgarstjóri, hann barðist fyrir því. Öll settu þessu mál mikilli andstöðu oft. Hann lagði einnig Davíð mikla á, hann byggði náttúrulega stór hús sem líka var umdeild eins og Perluna og Ráðhúsið. Hann kláraði Borgarleikhúsið og það var svona kraftur í öllu. Undir hans stýringu það var ákveðlega gaman að vinna með og fyrir Davíð Oddsson. Og þá tek ég semst við starfi borgarritara, Davíð bauð mér það þegar hann tók við eftir hann hafði tekið við sem borgarstjóri og ég ákvað að taka því. Mér langar kannski aðeins að segja það sko, starf borgarritara í Reykjavík mjög sérstakt starf í stjórnsýslunni, opinberri stjórnsýslu. Því að borgarritar jú embættislegu staðgengill borgarstjóra. Hann á að vera hans hægri hönd og hjálparhella og trúnaðarmaður í öllum málum. En hann verður einnig að vera trúnaðarmaður ríkjandi meirihluta hverju sinni og einnig minnihlutans sem verður að geta treyst því að borgarritari sem yfirmaður stjórnsýsluna hjá borginni gefi þeim réttar og heiðarlegar upplýsingar öll mál sem til hans leita. Hann einnig tengiliður, getum við sagt, borgarstjórnarinnar við starfsfólk borgarinnar sem skiptir úr þúsundum. Á sama hátt og hann verður að vera tengiliður starfsfólksins við innan pólitísku yfirstjórn borgarinnar. Og svo allt það sem lítur í starfi hans að almenningi, bæði einstaklingum, fyrirtækjum og félagasamtökum sem til borgarna þurfa að leita, þau eru mjög oft til borgarritarinn sem verður að koma þeim málum áleiðis í stjórnsýslunni. Og ég held að það sé ekkert starf í íslenskri stjórnsýslu sem líkist þessu starfi. En þú starfa síðan með 3 öðrum borgarstjórum eftir að Davíð fer til annarra starfa og síðan gerustu ríkislögmaður. Já, ég vann náttúrulega líka áður en Davíð kom með Agli-Skúla, Ingibjörgssyni, þeim sómamanni. Síðan tekur Markús Örn við, kemur utan borgarstjórnarinnar og kannski þess vegna náði ekki þeirri fótfestu í pólitíkinni sem hann hefði kannski þurft á að halda. Og eftir að hann hætti þá tekur Árni Sigfússon við en hann var bara alltaf stutt. Hann var ekki nema í 2,5 mánuð borgarstjóri fyrir kosningarnar 94 og mér fannst það synd vegna þess að mér fannst Árni hafa burði til að vera góður stjórnandi og góður borgarstjóri ef hann hefði fengið raunhæft tækifæri til þess. Eftir kosningarnar 94 þegar meirihlutinn tapast aftur, listinn tekur við. Skömmu síðar þá stendur mér til boðastarf ríkislögmanns sem gerst með dálítið sérstökum hætti en ég var ekki að sækjast eftir því en ég var orðinn dálítið þreyttur og leiður. Ég var búinn að vera í sveitarstjórnarmálum í 35 ár og það 28 ár hjá borginni og ég gat vel hugsað með breytingu. Kosningarnar höfðu auðvitað einhver áhrif á mig líka því ég auðvitað, eins og allir vita, eða allir vissu, dálítið pólitískur hef alltaf verið og ég reyndi að rækja minn störf þannig að ég hafi tröst og trúna líka þeirra sem ég ekki sammála í pólitík.
Og menn mega heldur ekki gleyma því að langsamlega meirihluti allra mála sem koma til afgreiðslu í borgarráði eða pólitísku yfirstjórn borgarinnar afgreidd án ágreinings, sem betur fer. Það eru örfá mál sem síðan blásin upp í fjölmiðlum og gerða stórmálum sem ágreiningur um. En ég ákvað þá semst að taka starfi ríkislögmanns. Mér langaði til að spreyta mig aftur í málflutningi sem ég hafði eiginlega ekkert gert síðan þau ár sem ég var borgarlögmaður og það var þó lítið á málflutningi þau ár. Og þetta ögrandi og erfitt að vera í málflutningi. Ég hafði gaman að því.